Af hverju mosi stundum grár og stundum grænn? Þetta á nú ekki við allan mosa. Sumur mosi, til margar mismunandi tegundir af mosa. Það eru til 800 tegundir af mosa á Íslandi. En það grámosinn sem stundum grár og stundum grænn. Sjáum hérna mosa sem grár. Það nefnilega þannig að leið og mosinn þurr, þá hann grár. En þegar hann blotnar, þá verður hann grænn. Það sem gerist að bakhliðin á mosanum grá og hann lokar sér þegar hann þurr til þess að hleypa ekki út vatni. En þegar hann blautur þá opnar hann sig og þá opnar hann laufblöðin og laufblöðin eru græn að innan. Þess vegna verður hann svona grænn þegar hann blotnar. Mosi hefur nefnilega ekki rætur þannig að hann þarf að taka vatn inn laufblöðin. Getur ekki tekið upp með rótunum eins og flestar plöntur gera. Því hann ekki með neina rætur, hann með rætlinga sem hann notar til þess að festa sig við steinana. Og því séu að þetta allt saman hálflaust. En mosi vex mjög hægt, þess vegna á maður að ganga mosann af virðingu og ekki vera rótunum upp.